Það skiptir engu máli hvað maður klár og hvað maður með mikla menntun ef maður ekki góð og hjálpsam og gefandi manneskja. Já, góðan daginn og hjartalega velkomin kosningasjómar átaks. Hingað komin góð gestur Jón Gunnar og hann ætla að svara nokkuð spurningum. Hann náttúrulega að bjóða sig fram sem forseta. Segðu mig Jón, hvers vegna býður þú þig fram sem forseta Íslands? Vegna þess að ég tel að við þurfum á einhverjum eins og mér að halda og ég held að ég geti gert mjög mikið gagn sem forseti. Mér finnst ég vera í einstakri stöðu gagnvart Íslendingum að því að ég hef kynnst Íslandi frá svo mörgum hliðum. Ég hef svo margvíslega reynslu á svo mörgum sviðum og mér finnst það þurfa og svo hef ég ástríðu fyrir Íslandi og Íslendingum og mér langar til að leggja mitt að mörgum til að reyna að gera Ísland betra fyrir Íslendinga. Já. Takk fyrir þetta. Hoppin næsta spurningu. Átt þú vini eða ættingar sem eru fatlaðir? Vini eða ættingar sem eru fatlaðir, bæði. Já, bæði. Já. Munt þú ráða fatlaða einstaklingi starf í Bessastöðum ef þú væri kjörinn sem forseti? Já, ég ég veit ekki hvað forsetinn getur sjálfur ráðið mikið af fólki, en það myndi ég mjög gjarnan vilja geta ráðið fatlaðar manneskjur til að vinna ef að ég gæti það, já. Það myndi ég. Frábært að heyra. Já. Ætlar þú að beita fyrir betri aðgengismálum á Íslandi fyrir fatlaðara og alla aðra í landinu? Já, algjörlega. Ég tel það vera grundvallar mannréttindi, aðgengi fyrir alla og ekkert okkur án okkar og það er búið að vera frábært átak í gangi sem að Þorleifur Haraldsson Haraldur Þorleifsson startaði, sem er að rampa upp Reykjavík og sinna rampa upp Ísland og Guðni forseti er búin að vinna mjög náið með því átaki, þannig að ég myndi mjög gjarnan vilja halda því áfram líka. Frábært að heyra. Nú vill fatta fólk velta sér fyrir sér. Já. Hefur þú kynnt þér samningu samindum réttin til fatta fólks? Já, ég hef kynnt mér hann. Ég var svolítið meira inn í þessum málum þegar ég var borgarstjóri heldur en núna, en ég hef kynnt mér hann og mér finnst hann hluti af svona heildrænum mannréttindum. Það er að segja að allar manneskjur eigi að hafa jöfn tækifæri til þess að finna sér hamingju í sínu lífi. Algjörlega sammála. Já. En hvað finnst þér finnasta sem forseti Íslandssögunar hefur gert? Það er náttúrulega eiginlega ekki gert neitt fyndið, kannski eitthvað sem að Guðni TH hefur gert sem ég man ekki eftir. Hvernig ætlar þú að berjast fyrir bættum kjörum fyrir hagsmuni fatlaðra í Íslandi? Ég náttúrulega sem forseti myndi fyrst og fremst tala máli fatlaðra
vera sýnilegur í tengslum við starfsemi félagastarf og ráðstefnur og svoleiðis sem tengdar málefnum fatlara og eins og þú segir kannski þú veist reyna að ráða fatlað starfsfólk og síðan líka bara og ég gerði það þegar ég var borgarstjóri og mér fannst það mjög sko gott fyrir mig og það er ekki bara gott fyrir fatlaða það er líka gott fyrir mig til þess að vera upplýstur stöðuna það er að hitta fulltrúa frá félögum fatlaðs fólks og spurja það hvað finnst ykkur að eiga að gera, hvað finnst ykkur þurfa mest að gera og hvað þarf að laga og hvernig getum við laga og hvað get ég gert til að hjálpa til við að laga það. Svolítið, já, bara... En alltaf þá að vera samstarfið átök og ÖBI og öll þessi samtök fattar fólks til þess að beturbæta og vera samstarfið fattar fólk sjálft þannig að sé ekki einhver annar svara fyrir þetta lið. Já, mér finnst það bara gríðarlega mikilvægt, já, og ég hef átt sko mjög gott samstarf eins og við Öryrkjabandalagið og mörg samtök sem heyra undir bandalagið, mismunandi samtök og þá aðalega sem borgarstjóri því að það var svolítið sem að okkur langaði mikið til þess að reyna að hjálpa til við að laga þegar við vorum í borgarstjórninni besti flokkurinn voru málefni fatlara. Já, þá er að fara að koma á lokun. Já. Svona upp á grínið, hvað kom þetta? Ég er 5 háskólagráður. Það kom vegna þess að það að vera menntaður eða vera gáfaður eða vera klár gerir mann ekkert endilega að einhverju betri mannesku og og ég hef stundum verið að vinna með fólki sem hefur örugglega verið rosa klárt og verið með rosa mikla menntun og verið að monta sig af því en síðan bara algjörir bjánar sko. Og Georg Bjarnfreðarsson svolítið þannig hann þú veist, rosalega menntaður og finnst hann rosalega klár en svo leiðinlegur við fólk og í rauninni getur verið algjör bjáni sko, þó hann sé svona rosalega menntaður þannig að hann í rauninni segja ég með 5 háskólagráður til að láta alla vita að hann sé einhvern veginn hærra settur heldur en aðrir og aðalega þá eins og Ólafur en svo sjáum við það skiptir engu máli hvað maður klár og hvað maður með mikla menntun ef maður ekki góð og hjálpsam og gefandi manneskja. Okay. Takk fyrir þetta og gangi vel í forsetakosningunum og vonandi kemst upp í valda. Þakka þér kærlega fyrir það vona ég svo sannarlega líka og ég vil nota tækifærið og grátbiðja öll sem að hlusta að kjósa mig.